Drífðu þig út hvernig sem viðrar. So on. Já, við erum komin hér með sigurvegarann í sikkoru greininni, liðsfélagana Sigursteinn Sumarliðason og Davíð Jónsson. Davíð, til hamingju með sigurum, byrjum á þér. Það var gæðingaskeið á Irpu. Hvernig fannst þér að keppa í gæðingaskeið þessar aðstæður? Þetta var ekki alslæm aðstæður, þetta er bara búið rigning og brautin aðeins þung, en mér finnst þetta betra heldur en að vera í klaka og snjó og slísahettu. Þetta var slísalaust allavega og þetta gekk bara fínt, en þetta er brautin þung, ég meina það er nú mars og það er búið að rigna linnulaust hérna dag eftir dag. Þarf maður að huga að ykkur öðru þegar eftir aðstæðum, hlífabúnaði öðru? Það er svolítið erfiðar átt að sjá því hvaða vikt maður á að nota og annað slíkt. Það er erfiðast, en ég meina, það hafðist allt. Þið Irpa er nú aldrei sér ekki að byrja ykkar feril, þetta gengur alltaf jafn vel. Ertu sigurviss áður en þú ferð inn í svona mót? Ég ætlaði allavega alltaf að sigra. En þetta er svona að verða óþarflega tæft núna síðastliðin 2 ár hérna í meistaradeildinni sko. En hérna, eins og ég segi, það er bara svona að vera erfiður hjá mig seinnisprettinum í dag. Og hvernig á að fagna þessu? Það er spurning sko. Hvað gerist? Kemur í ljós til hamingju með sigur. Já, takk. Það er einna liðsfélagann Sigursteinn Sumarliðason meðan Krókus frá Dalbæ, en þeir gerðu svo lítið fyrir og sigurði 150 metra skeið á frábærum tíma, sérstaklega miðað við þá aðstæður. Sigursteinn, hvernig leið þér? Mér leið bara mjög vel. Þetta var bara, var góð tilfinning fyrir þessu, bara báða sprettina. Svona startið var svona örlítið svona taka hans við sér, en þegar hann var komið niður og þá er bara að halda sér. Það er ekki sama spurning til þín eins og til Davíðs, það eru náttúrulega aðstæðunar eins og þær eru. Þarftu að hugað ykkur öðru með Krókus fyrir það heldur en venjulega? Er þetta bara orðið sjálfgert? Já, ég held að við erum svona ná ágætis rútínu á þetta. Hann er farin yfirleitt að geta hlaupið bara hlífalaus og þannig að það er mjög jákvætt. Hvernig hefur þið þjálfað núna í vetur? Þetta er svaka tími, ertu búin að vera mikið að þolþjálfa og undirbúa þetta og mikill metnaður að baki? Já, ég er búin að leggja mikið í þetta í vetur, mikla þjálfun og svona reyna eins og ég get að reyna að bæta þetta. Og það er stefnan og markmið. Við ætlum okkur að bæta tíman frá því í fyrra. Hvað heldur þessi svona tilfinningin, þetta var fínt start, hvað heldur þú verið í að ná ef þú hefur verið í með meðvind og kannski 5-6 stigum lýra? Ég hef tilfinningu fyrir að hann geti verið að narta undir 21 sekúndu. En ekki núna kannski, en markmið var að fara undir 14, en það svona bara, þetta var mjög gott. Og svo var það liðaskjöldurinn í 150 metra skeiði sterkt lið? Já, bara mjög, öflugir strákar. Þannig að þið eru bara allir að blanda ykkur í baráttunum að sigra þessa deild eða eitthvað? Ég veit nú ekki hvort við náum því, en við erum allavega svona að reyna eitthvað forðast fallbaráttuna. Við erum svona á einhverju Liverpool-róli þarna í deildinni. Takk fyrir þetta strákar, þið eru sigurreifir, gaman að spjalla við ykkur, njótið dagsins. Takk. Við erum alveg fáránlega ánægð með að ánægðustu viðskiptavinir í net og símaþjónustu eru hjá Hringdu.